að finna svoleiðis barn? Nú, heimurinn nú fullur, bæði af börnum og barnabörnum. Og hvað? Hvernig eigum við að finna það? Eigum við að vekja öll börnin þegar við gefum í skóginn og segja, fyrirgefðu, ekki verður þú til að berjast tröll? Já, það gengur ekki. Í fyrsta lagi gætum við aldrei náð að gefa börnunum í skóginn ef við ætlum líka að tala við þau. Eins og þau eru nú lengi að fatta. Grút sefjuðum miðjanótt. Já, ég man einu sinni eftir því fyrir 130 árum þegar ég lenti í slysinu. Ég var að verða komin upp á eitt fjallið. Þá veit ég ekki fyrir til en mér skrikar fótur og ég kútveltist yfir hvað sem fyrir var. Og allar leiðir jafnskellu. Já, einmitt. Já, en af hverju ertu að tala þetta núna? Af hverju? Af því ég gat ekki gefið öllum börnunum í skóginn. Það voru 10 krakkar á Hólmavík sem fengi ekki neitt. Samt valt ég bara niður Kálfanesfjallið. Hvað ef ég ætti nú að fara að vekja alla krakkana til að tala við þá? Og svo eru sumir krakkar skíthræddir við jólasveina. Sérstaklega á nóttunni. Ef maður ætlar aðeins að tala við þau, farið þau bara að grenja. Og mammaður og pappi koma þjótandi. Nú og þá verður maður að forða sér. Pappi og mamma með ekki sjá mann. Nei, þau halda bara að maður sé innbrotsþjófur og kalla á lögguna. Það halda líka sumir fullorðnir að jólasveinar sé ekki til. En krakkarnir, þau senda okkur bréf. Já. Við getum sendt þeim bréf. Já, senda núna í einum hvínandi kvelli bréf til allra barna. Kæra barn, viltu sigra tröllið og bjarga jólunum? Kveðja, jólasveinarnir. Já, hvernig væri það? Nei, það er ekki hægt. Það væri allt of seinlegt. Það verður að finna barn núna strax. Og það verður að vera rétta barni. Þetta gengur aldrei. Það verða sennilega engin jól. Það er einn möguleiki. Við förum bara á einhvern stað þar sem er fullt af börnum. Það hlýtur að vera eitt svoleiðis barn. Já, sko, en hvar er fullt af börnum? Hvar eigum við að leita? Kannski á Drálsnesi. Þar eru alls konar börn. Ég fekk hugmynd. Ég veit hvar börnin eru. Þau eru á netinu. Það er alltaf allt fullt af börnum á netinu. Alla daga og stundum líka á nóttunni. Meira að segja þegar þau eru í skólanum. Þá eru þau á netinu. Í gegnum símana sína. Ég er með Facebook síðu sem meira en skrilljón börn eru búin að læka. Skrilljón? Læka? Hvað þýðir það nú? Já, sko, það er rétt hjá stúfið. Ég fór á netið að skoða myndir af kertum. Það er alltaf fullt af börnum að leita að okkur jólasveinunum á netinu. Nú skulum við leita svoleiðisbarni á netinu. Já, sjáðu hérna í tölvunni. Mér sýnist, sko, hérna sé bara fullt af börnum að hlusta á okkur. Ég get kannski tala við þið gegnum Skype. Krakkar viljið þið hafa jól. Núna viljið þið ekki hafa, ég heyr ekki. Hvers slags er þetta? Er þið mállaus? Viljið þið hafa jól? Nei, auðvitað viljið þið það ekki. Það er svo leiðinlegt á jólunum, bara pakkar og sparið full. Og ekkert gaman. Bara nammi og svoleiðis. Nú er þá gaman á jólunum. Eigum við kannski að reyna að bjarga jólunum. Gott, er kannski eitt svoleiðis barn hérna inn á netinu núna? Hvað með þess að hérna doppóttu? Þetta er ekkert barn, hún er fullorðin. Þetta er tómstundafulltrúin á Hólmavík. En hvað með þennan hérna með skeggið sem er búin að drekka allt jólaölið? Nei, þetta er ekki krakki. Þess er örugglega orðin 250 ára. En þessi hérna, er þetta ekki svoleiðis barn? Sjáðu, þarna Hólmavík. Strákurinn þarna sem er að hlusta jólalög á netinu og föndra jólakort. Jú, það sýnist mér. En býtu nú við. Þarna við borðið hjá honum, stelpan sem er að pakka inn gjöfunum, mér sýnist hún líka að vera svoleiðis barn. Vá,
Tvö svoleiðis börn á sama stað. Við hljótum að fá annað þeirra til að hjálpa okkur. Jæja, bræður af stað. Stúfur og gottuður, þið eru bestir að tala við krakka. Þið farið að tala við þig. Já, þið farið að stað.